ég ráðfærði mig bara við mjög færanleg fræðing hvað væri best að gera í þessu. Já. Af því að auðvitað eru þessir anonymous þræðir ótrúlega þreyttir og það er ekki bara fyrirtæki sem verða fyrir barðinu að þessu heldur líka einstaklingar og og þetta er bara ótrúlega á svo litla landi þá er þetta bara ótrúlega leiðilegu fítus. Já. Jæja Margrét, hvernig ertu í dag? Heyrðu, ég er bara frábær í dag, en þú? Það ekki, bara góð sko. Ekki? Já. Við erum með frábæran viðmælanda í dag. Já, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt spjall og bara hvað ég hef þurft leiðrétta mínu hugsaðar með margt sem ég var bara kannski búin að ákveða sjálf. Já, þetta meina varandi miðmælandan, já. Já, ok. Já, ég gæti alveg trúa því að það séu margir sem að eru akkurat þar og ég var sjálf á þeim stað líka og ég kynntist henni. Já, ég er bara meist. Hún er bara geðvik. Sko, ég get alveg upplýst það að ég er búin að hafa tölvert fyrir því að fá hana sem viðmælanda í þáttinn. Okay. Ég reyndi þetta fyrir fyrstu seríuna. Já. Þá, hún neitaði aldrei en var svona aðeins hikandi, svona jú, sjáum til og svo var það ekkert úr því. Þannig ég var svo ánægð að núna þegar við ákváðum að fara af stað með seríu 2 og ég nefndi þetta við hana, það var bara, hún hikaði ekki. Bara já, ég til, bara geðveikt, klár, hvenær er ég að mæta? Allt að falla vel saman. Já. Greina. Þannig að við erum semst að taka upp þetta intro núna eftir viðtalið. Já, ég held að það sé bara sniðast að gera það alltaf. Já, en hvað fannst þér svona að standa upp úr? Bakgrunnurinn hennar. Já. Ég held það, svona ferlið að því hvernig hún fór þangað sem hún fór. Það bara, ég fannst það mögnuð saga. Já, einmitt og eins og hún lýsti því sjálf hvað hún heldur og hefur orðið vör við að margir halda hún hafi bara fengið allt sem hún á brökuninu upp í hendurnar. Já. Sér komin af ríkum foreldrum með sé allt einhverju fjárfestar á baku við þetta og hún sé bara með eitthvað frottur. Já, einmitt. Heldur betur ekki. Já, ég fannst þetta mjög skemmtilegt. En þér? Ég sko þetta hljóma náttúrulega eins og einhver algjör klísja en í rauninni bara hugarfarið og að ég veit ekki, maður einhvern veginn skynja það bara í samtalinu hvað Unique og þetta fyrirtæki þetta er miklu meira fyrir henni heldur en bara einhver vinna. Já, einmitt, bara hjarta, bara allt. Passion hjá henni sko. Já. Og mér finnst það bara skína í gegn í öllu og núna eins og ég segjast, ég er aðeins búin að kynnast Söru síðasta árið. Já. Af því að dætur okkar er svona bestu vinkonur. Já. Og ég hef alveg séð svona aðeins á baku tjöldin bara hvað þetta er rosalega mikil vinna sem ég held að alls ekki margir gerir sér raun grein fyrir. Hún er að vinna bara langt fram á kvöldstundum og bara fram á nætur að taka upp sendingar. Akkurat. Það fara helgar í þetta og hún er auðvitað eins og hún lýsti líka í þættinum bara í einhverjum einasta mánuði úti að velja. Hversu auðvelt væri bara að panta þetta á einhverjum katalóg eða vera með eitthvað í þessu, en hún, ég veit ekki líka bara hvernig hún lýsir því að hvernig starfsfólk getur bara eins og fjölskyldan. Þetta er miklu meira heldur en bara einhver vinna hjá henni og mér finnst það svona. Og ég held að það sé rosalega hollt og ég held að það sé kannski það sem hlustandi þurfa svolítið og munu kannski læra svolítið í að hlusta á okkar seríu er að við sjáum oft með náttúrulega bara glansmyndan út af við og við sjáum ekki alla vinnuna bara tímana, fórnirnar, allt sem þú þarf að gera til þess að allt geti litið svona vel út. Akkurat. Og það er kannski líka þess vegna þegar maður núna veit hvað hún er að leggja mikið hjarta í þetta og hvað fyrir mikil vinna í þetta, hvaða hlýtur að vera sko pirrandi, það fyrir taugarnar af mér. Bara að ég tek þetta inn á mig þegar ég sé eitthvað svona fæslur á þessum grúpum á Facebook að þetta hljóti nú alltaf vera af Shane og þessa kjaftasögur sem maður heyrir. Þá get ég ekki ímyndað mér hvað þetta tekur þá á hana. Gætur líka ímyndar hvað væri bara auðvelt fyrir hana að vera bara til hvers er ég að standa í þessu. Akkur hætti þessu ekki bara. En það er svona fyrir sem er gott hjá henni, bara koma hingað og hún hefur líka gert það áður í öðrum hlaðvarpum og bara opinberlega bara adressa þetta og bara í raun og veru skila skömminni, ef maður segja þannig. Já, einmitt. Af því að mér finnst það bara aðdáðanavert. Hún er ekkert að sitja undir þessu en hún er samt ekki að láta þetta eyðileggja fyrir sér þó að vissulega taka þetta á. Þannig að mér finnst þetta bara, mér finnst bara allt við þetta viðtal, mér finnst þetta svo bara hvetjandi, mér finnst hún bara svo einlæg og flott og bara ótrúlega heiðarleg og bara með flott skilaboð. Já, og svo er það bara svo skemmtileg. Já. En áður kannski upplýsum allt sem kom
fram í þættinum, ef ekki bara leifinni Söru að komast að. Leifum öllum að fara að hlusta. Já, ég held að vera Sara Unique. Ef ég var að kynna þig inn og ég myndi kynna þig sem Söru Lind Pálsdóttir, þá er ég ekki alveg vissum að allir myndu kveikja. En þegar ég segi Sara Unique er sest hérna hjá okkur, þá held ég að flestir myndu kveikja perunni. Þannig að viltu kannski rifja hans upp hvernig þetta... Rifja upp taktana. Já. Hvað er með það? Já. Hæ, þetta er Sara Unique. Oh my god, þetta er bara flashback. Það fær alveg svona nostalgíu smá. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er ódöðlegt sko. Já. Sara Unique, þetta er náttúrulega bara, þetta er fast við þig, en þann dag í dag er það ekki? Jú, þetta er það. Ég held að þetta sé eitthvað sem fer aldrei, sko. Já. Hvernig kom þetta til? Var þetta meðvituð branding pæling að þú yrðir andlitið og þú yrðir Sara Unique? Sko, ég myndi ekki segja að þetta væri eitthvað ótrúlega meðvitað, en okkur langaði að gera eitthvað öðruvísi og ég og meðeigandi minn, hann sagði við mig að það væri ótrúlega flott að því hann var alltaf þegar hann var að hugsa nafn á búðina, hann á krediti fyrir það að finna nafni á búðinni og þegar hann var að hugsa nafn á búðinni þá var hann alltaf að hugsa hvað passar við Sara í þessu, veit ég hvað ég meina? Þannig að þarna kom þetta svolítið, þannig að þegar hann fann upp á nafninu Unique, þá var hann bara Sara Unique og hann bara, wow, þetta er geðvikt. Og ég var alveg sammálaði, þetta var mjög flott nafn og er búin að vera bara ótrúlega ánægð með það og þá kveiknaði upp svo hugmynd að nota þetta í auglýsingar og þarna eru samfélagsmiðlar, þetta er 2011, þannig eru samfélagsmiðlar ekki stórir og þeir eru í dag, þannig að þetta var aðalega hægt að auglýsa í útvarpi eða sjónvarpi eða morganum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þannig að þá kom þessi hugmyndu upp að gera auglýsingu í útvarpið sem að væri þetta er Sara Unique og svo halda áfram með það, komið og versli ykkur föt fyrir helgina og allt þetta eða þegar var afsláttur eða hvernig sem það er, við bara auglýstum allt og alltaf byrjunin, þetta er Sara Unique. Og þetta er auðvitað ákveðin karakter sem var mjög gott þegar maður, eins og ég 21 árs þegar ég opna búðina og þá er pínu gott að vera ekki kannski að setja mig alveg, bara mína personu, í svona front, heldur búa til karakter sem er Sara Unique að því að fólk mátti hafa allar skoðanir á henni sem það vildi. Já. Þannig að ég þurfti ekki að taka það inn á mig, svona 21 árs gömul, að þurfi ekki að þegar fólk var eitthvað að segja eitthvað ljótt Sara Unique, þá var það ekki ég, heldur var það þessi gelgja sem var Sara Unique. Þannig að þú náður alveg distansaði strax bara. Já, ég einhvern veginn bara svona, ég tala ekki eins og í auglýsingunum, veit ég hvað ég meina. Þetta er bara ákveðið svona frontur, þetta var bara svona ákveðið svona, bara svona auglýsingaherferð sem við fórum í einhvern veginn sem virkaði bara drullu vel. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt og við höfum alveg tekið upp þráðinn svona, tókum held ég fyrir 2 árum aftur. Og þannig er ég bara ung og ballaus og þetta var ótrúlega gaman svo einhvern veginn þegar ég var að keyra með börnunum í bílnum og þetta var að koma í útvarpinu þá alveg þekki ég svona smá svona þetta er alveg bara að ég veit ekki, þetta er svona, mér varst fyndið að því að mér varst eða erfiðar að hlusta á þetta núna 36 ára en þegar ég var 21 árs. Hvað er langt síðan? Já. Þetta lifir ennþá? Þetta lifir ennþá. Það segir hvað þetta hefur verið sterkt að það tengja ennþá allir bara Sara Unique og bara þetta er Sara Unique, þetta er bara eitthvað sem gleymist ekki. Nei, einmitt, maður heyrði þetta sem hringitón hjá fólki og ég bara þetta var út allt, þannig að þetta var mjög skemmtilegu tími. Þess að skoða aftur í gamla tíma, þá sagði ég bara að þetta var tekið fyrir í held ég mastersritgerð. Akkurat, já, þetta hefur verið tekið fyrir líka í háskólanum, það hefur verið talað þetta í markaðsfræðin þar. Já. Það hefur verið tekið sér auglýsing fyrir og það er ótrúlega fyndið að því að við vorum ekki með neitt bakgrunn í að kunna einhverja flotta markasetningu eða annað. Við vorum svolítið að fara öll bara út í djúpulaugina með Unique og auglýsingarnar og allt sem að tengdist því. Þannig að það er mjög gaman hvað þetta virkaði vel. Já, þetta er ótrúlega áhugavert en eins og segir þá er þið nokkur sem eigið Unique eða ekki? Jú. Já, en þú ert svona andlitið og eða varst allavega og þú varst líka að setja fyrir á myndunum og að mótilast fyrir þetta og svona. Já. En ertu meðvitað að reyna að draga það eins frá þessu núna? Þið eru ekki lengur að nota þessar auglýsingar og þið eru komið annað mótil
Hvernig, er þetta einhver svona pæling á baku þetta, er þetta bara eðlileg þróun sem hefur orðið í gegnum árin? Ég held bara að ef að ég ætti ennþá að fara að vera í öllum þessum verkefnum sem ég var í þegar ég var yngri, þá þyrfti að vera aðeins fleiri klukkutímar í sólarhringnum. Þannig að þetta er meira svona ég hef ekki alveg tíman í þetta og já, ég held að þetta sé svona aðalega það og auðvitað er ég að eldast og kannski markhópurinn í Unique eru mest allt svona þessar ungu skvísur en auðvitað er ég með kuna upp í örgulega 8 sko. Það versla mjög breiður hópur sem verslar í Unique. Já, og fyrir maður sinni í markhópurinn eftir sko, og mér finnst það mjög áhugavert. Já, ég hef ekki haldið fyrir fram að vera 8 konur að versla í Unique. Alveg bara slatta þeim sko. Við ætlum að taka það eins betur eftir. Já, alveg skvísinar. Já. En ég verður núna aðeins og gömul til að kíkja þinn stundum maður svona að laumast líka við. Já, ég er 36 og ég er alltaf í fötum úr Unique sko. Þannig að ég fer og vel fötin, ég máta þau og auðvitað þarf maður líka að hugsa út fyrir ok, þó ég fari ekki í þetta þá finnst mér þetta ótrúlega flott og þetta er skvísulegt og ég veit að þetta er vinsælt á Pinterest og ég veit að þetta er vinsælt á TikTok og maður þarf að spá í öllu þessu þannig að já, ég held að þetta sé svona aðalega að ég sé ekki lengur svona mikið í front, það er líka bara einmitt að maður vill líka alltaf vera með einhverja þróun í fyrirtækinu þú vilt vera þú vilt einhvern veginn alltaf vera að gera betur og breyta til og svona, svo staðnir ekki. Já, en þetta er orðin ansi mörg ár. Hvað er Unique orðið gamalt koncept? Það er 15 ára núna í ár. 15 ára? Ef við kannski bara aðeins að Já, ég var alveg til að spóla hans tilbaka og byrja svona á byrjunni. Já. Mér langar bara svolítið að vita bara hvernig byrja þetta frá því að vera ekkert að hugmynd að því að ná að opna. Já, það er alveg smá skemmtileg saga sko. Ég var að vinna í fatabúð, byrjaði að vinna í fatabúð 16 ára og samhliða því að vinna bara á McDonald's og ég var að vinna á Subway, ég var að vinna í rúmfattalægurnum, það var svona einhvern veginn, ég fann mig aldrei í námi, ég einhvern veginn bara var með bara athyglisbrest og náði einhvern veginn aldrei að fókusa í námi og vissi einhvern veginn svona ekkert hvað mér langaði að gera í lífinu, ekki neitt og er að vinna í byrjun í fatabúð 16 ára og ég veit ekki hvort að margir muni eftir en hún heit Kiss þið muni kannski eftir Kiss við erum svo gamlar allar að ég var í geggju appelsínugullu dressi á árshátíð í Garðaskóla já, einmitt ég var eftir að fara að kaupa ykkur grifflur og allt þetta akkurat, þetta var alveg mega skvísubúð og ég fann mig mjög mikið þegar ég var að vinna þarna mér fannst þetta alveg eitthvað sem mér fannst ég gera vel, mér fannst gaman að afgreiða skvísur var að fara út að skemmta sér og allt þetta svo byrjaði ég að vinna í 3 smárum sem var líka svona fatabúð og út frá því einhvern veginn þá svona, mér fannst þetta orðið það mikið áhugamál og passion hjá mér tíska og fatnaður og bara sölu starf og annað að ég einhvern veginn bara svona kem með hugmyndina við mann frænku minnar og segi bara, ég var alveg til í að opna svona einhverja fatabúð, mér finnst vant einhvern veginn svona kjóla á Íslandi, mér finnst vant eitthvað svona meira á djammi, þannig er maður alveg bara tvítugur, þannig að maður var alveg að kíkja út á lífið aðeins á austur og B5 og svona já, einmitt og og við þurfum eitthvað að ræða þetta og ég bý heima hjá þeim og þetta var alveg mörg kvöld sem við tókum í að ræða þetta fram og tilbaka hvort að þetta væri stemning í því að fara að athuga með þetta og endar þannig að við tjekkum á plássi í Smáralindinni og förum á fund og það gengur upp og einhvern veginn eitt leitt af öðru og áður en maður vissi að var maður komin út að velja fyrstu sendinguna fyrir Unique og þetta var einhvern veginn allt svona mjög svona unreal. Þegar þú varst að ákveða hvaða föt þú ætlar að fara að selja í búðinni, hvar byrjaru? Valdur þetta bara handahófi eða hvert fóruð þið? Nei, ég var búin að gera alveg mikla vinnu þegar ég var mikið í LA, þegar ég var svona 20 þá ferðaðist ég mikið þangað, átti mikið að vinnum þar
búin að vera mikið þar og var búin að finna nokkra búðir bara á Hollywood Boulevard sem var með bara ótrúlega mikið svona flottum djamfatnað og flottum merkjum sem að mér bara varst ótrúlega gaman að versla mér og ég fyrir eitthvað að spyrjast fyrir í búðunum bara hver að hanna þetta og hver að gera þetta og eitthvað svona með einhverja spurningar þarna var ég ekki eins og búin að ákveða að opna fatabúð sko. Þannig að mér fannst þetta allt mjög áhugavert og þau segja mig það að það eru sem sagt bara heildsölur og bara byrgjar sem að eru í LA sem að eru sem sagt að selja hennan fatnað og ég spáði ekkert meiri því. Mér bara Þannig að svo þegar hugmyndin kviknaði að opna fatabúð að þá ákveð ég að fara með manninu mínum til LA og við ætlum að kanna hvort að við myndum finna þessi merki og finna hver þetta væri. Þessar versmiðir þá? Já. Já, ok. Eða svona heildsölur meira. Já. Og við förum bara í vinnuferð til LA og þetta bara heppnaðist ótrúlega vel. Við byrjum á því að finna bara nokkur merki sem ég var búin að sjá og búin að skrifa niður hjá mér sem ég þætti spennandi og við gerum samninga við þessi merki. Ég segi að við séum að opna fatabúð og ég hef mikinn áhuga á því að selja vörurnar á Íslandi og þeim fannst það mjög áhugavert þannig að þetta byrjar eiginlega þar og svo fór maður líka til London mikið og Parísar og við vorum svolítið bara svona gerðum algjöra forvinnu, við vildum vita hvar við varum að fara að versla vörurnar okkar og bara vorum að reyna að finna svona okkar merki sem myndu henta Unique af því að það var mikið sem var kannski fyrir að höfða allir eldri, það var mikið að það var til heildsölu fyrir menn og fyrir börn en okkur vantaði bara þessar svona glamúr heildsölur. Já, ég sé þetta náður, það hefur verið að setja áherslu á skemmtana lífstíl. Já, akkurat. Þetta átti að vera búðin þar sem þú áttir að fara fyrir djammið og finna þér átlitið. Já, þetta átti að vera svona þannig búð sem var bara með eins og þú veist, þegar ég opna Unique þá var ég bara með þvílíku bandage-kjólana og sem eru bæðið kominir aftur í tísku núna, þetta fyrir allt í hringi. Allt í hringi, átti ekki lager eitthvað sem við komst í. Já, I wish, að því að það er mjög dýrt í yngöpum þessi kjóla, sko, þannig að ég er ekki tímt að taka inn aftur, sko. En hvernig var þetta? Þú varst að núti og þú varst búin að finna þessu merki, varstu svo bara, ég ætla að fá 3 af þessum og 10 af þessum, hvernig? Nei, þetta er í rauninni, þetta er nú aðeins flóknar en það. Sérstaklega úti þá þurfti ég að gera samninga við merkin að ég myndi versla fyrir vissar upphæðir og þurftum að gera smá svona plan og þegar ég vel inn þá er þetta rauninni bara eins og að koma inn í fatabúð nema það er eitt af öllu út allt. Það er bara ein flík af öllu. Það er ekki einhverja stærðir eða eitthvað svona sem þú sérð. Nei, það er bara sýnisortna öllu. Það er bara sýnisortna öllu, já. Þetta er bara svona warehouse eða þannig. Og og þá maður bara tekur til hliðar það sem maður fílar og vill taka inn og ég er mjög gjörn á því að mæta í þröngum svörtum leggings og hlýraból og henda mér í allt. Já. Að því ég vil sjá hvernig allt lítur út áður en ég tek það inn. Að því auðvitað til föt sem eru vannsniðin og annað, þannig að en þannig að svo bara velmaður og þá kemur þetta allt í pökkum, þú getur ekkert tekið inn bara 3 svona kjóla og 1 svona. Já, þú bara verður að taka x mikið í hver stað. Það er bara, ég vil fá þetta, ok, hvað marga pakka, ég vil fá 1 pakka, það er það 6 af hverju, alla stærðir, eða þú veist, small, medium, large, stundum extra small upp í extra large og þannig að þetta er þannig og svo bara eins og ákveðum að koma öll mikið að hverju og hvað maður heldur að seljist mjög vel og hvað maður vill hafa í búðinu og bjóða upp á en vill ekki ómikið og þannig að þetta er alveg svona og svo auðvitað, þú veist, þegar ég var nýbúin að opna þá var maður alveg auðvitað, ég kunni ekki neitt, ég lærði bara á leiðinni og þannig að þetta var aldrei eitthvað stórt, við vorum ekki með neitt stórt businessplan, ég bjóst aldrei við að þessi búð yrði 15 ára. Það er svolítið þannig. Þegar maður er 21 þá lífum maður bara fyrir hvern dag og bara spáir ekkert meiri því og ég var aðalega að kaupa mér föt til að geta djammað. Þetta var mjög hendugt fyrir það. Já, en svo einhvern veginn er þetta orðið bara miklu starra í dag. Já.
En þegar þið voru að byrja, þurftið að leggja út, þú veist, mikið pening fyrir fyrstu pöntun eða gátuð þið gert samninga þannig þið borguð, þú veist, eftirsölu eða... Nei, maður þarf alltaf að borga strax. Já. Það ekki dag einu sinni. Já, það var þess að ég átti nú ekki mikið pening á þessu tíma. Ég 21 ás, ég lendi í bílslisi 19 ára sem ég fæ einhver tryggingapeninga því að ég er með brjósklos í mjóbaki. Það einhver tryggingapeningur því og var sem betur fer það gáfuð að setja 1 milljón til hliðar og ég ætlaði nú aldeilis að verja henni vel. Já. Og ég maður systir mömmu sem að opna búðina með mér og náttúrulega systir mömmu líka, þau tvö, þau vilja fjárfesta í þessu og einnig vildi besti vinur hans fjárfesta í þessu. Okay. Þannig að hlutinni byrjuði í 40%, 20% á mig. Okay. Þannig að það 1 milljón fyrir 11 árum var samt alveg meir en 1 milljón í dag. Já, það var rétt. Þannig en já, ég allavega svona byrjaði þetta og í dag þá á ég 50% og þau 50%. Okay. Og besti vinnur að fara út? Já, við keyptum hann út. Ok. Og hvernig hefur samstarfið gengið í öll þessi ár? Þetta náttúrulega, hún frænkaðinn, þetta er systemömmuðinnar. Jú, hún náttúrulega bara eins og systemi, ég náttúrulega elst bara upp hjá þeim, þar sem mamma átti mig mjög ung. Já, þetta svona kannski, get ég myndað mér, kostur og gallar við að vinna svona náið saman. Já. Þetta er ákveðin áhætta líka, maður hefur alveg heyrt margar sögur af bara vinskap sem fer í vaskinn og líka þetta fjölskyldaðinn. Algjörlega. Ég held bara við séum það nánar að við getum kannski rifist eins og hundur og köttur og allt orðið brjálað. En að því að við erum eins og systur þá allt í góð eftir 5 mínútur, veitu hvað ég meina. Já. Það svolítið þannig. Þannig að kannski öðruvísi ef þetta mitt vinkona eða ef ég ætti þetta með einhverju vinkonu minni eða eitthvað svoleiðis, það gæti alveg verið mikil áhætta í því þó að, þú veist, gæti auðvitað alltaf gengið upp að bara auðvitað skipti máli hvernig hinn manneskjan er. Já. En samstarfið milli mín og Sif hefur gengið bara mjög vel. Hafið þið svolítið sett eitthvað ákveðin hlutverk, þannig að þú ert ekki að fara inn eitthvað ákveð sem að hún sér eða öfugt? Nei, svo sem ekki. Maður bara einhvern veginn veit hvað þarf að gera og við reynum að vinna þetta bara svolítið saman. Já. Skipta bara, skipta á milli okkar verkefnum og reyna að láta allt ganga upp. Já. En eins og þetta sem hún varst að lýsa, það sem gerðir í byrjun að fara út og velja í vöruhúsinu og þessu, þetta er eitthvað sem þú gerir ennþá dag í dag. Ég svona nokkuð vissum að sé ekki allir sem gerir þessu grein fyrir því hversu oft þú ert til dæmis bara úti í París, þú ert ekki bara að panta þetta á einhverjum katalóg á netinu. Nei, það nefnilega ekki svo auðvelt í miður. En að sjálfsögðu, það væri hægt, ég með alla kontaktana bara á WhatsApp og allt þetta og þeir senda mig þegar koma nýja vörur og svo framvegis. En ég kýs það einhvern veginn að ég vil einhvern veginn ekki hægt að leggja inn vinnuna fyrir að fara út, þreifa á efnunum, máta sniðin og bara finna kvaldið í fatnaðinum. Þú veist, leiðum maður hætti því og hættir hann enn að því, þá gæti bara fyrirtæki farið að, þú veist, fara niður. Þannig að ég einhvern veginn hef bara verið að fara nánast einu sinni í mánuði til Parísar. Ég hef reynt að fara svona einu svona ári til LA. Það hefur verið erfiðara núna eftir að maður eignaðist börnin en höfum farið 2 ár eftir ég átti eldri dóttur mína en annars ég með góða kontakta þar og það aðeins erfiðara að ferðast hinum minn á hnöttin líku við heldur en bara hendast í Parísar. Þannig að ég mikið í París og tek hitt í gegnum byrgjana úti í LA. Já. Að þegar eins og segir þá kannski eitthvað sem lítur rosalega vel út á myndikatalóg, það bara allt annað að finna áferðina og svona. Og ég held að þetta við getum kannski komið hans inn á þessa umræðu sem að hefur oft poppað upp núna þar sem að koma upp umræður í Facebook-hópum og svona sem að þú dálítið orðið fyrir barðina á. Nei, Sara er uník. Já, ekki þú, heldur hliðasalvið þitt, bara búðin yfir höfuð. Maður hefur séð alls konar umræðu þræði og svona. Akkurat, og það ótrúlega leiðilegt, sérstaklega þegar ég einhvern veginn vélinn á bakvið Uník. Það aldrei frí hjá mér, ég vinn út í eitt og svo einhvern veginn þegar koma svona umræður að þá hefur þetta auðvitað áhrif. Þetta hefur áhrif á mig, þetta hefur áhrif á fyrirtækið og
maðurinn minn finnur að þetta hafi mikil áhrif á mig þegar þetta kemur að því að þú veist, ég tek þetta inn á mig, mér veist ég búin að leggja inn svo mikla vinnu fyrir bara fyrir búðina og reksturinn og allt og að fá einhvern veginn fá þessa sein umræðu það ótrúlega leiðilegt þegar maður veit alveg að það sko, ég myndi aldrei í lífinu taka inn vörur frá sein og og enda allar okkar vörur í búðinni eru frá merkjum og það stendur inn í flíkanum og þú veist allt þetta. Já. Þannig að maður veit einhvern veginn ekki alveg af hverju þessu umræði að koma upp og mér finnst það líklegt að því að eins og með tísku þetta kemur allt frá stóru risunum. Tíska bara upprunnin Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, þú veist, allar þessar flottu stóru búðir og flottu merki. Já. Þar byrja tískan og út frá því þá eru minni merki sem að apa svolítið eftir og þar á meðal það Shein og auðvitað merkin sem ég vesla hjá en svo bara spurning með gæðin og annað. Já. Þannig að auðvitað getur verið til svipaðu kjóll á Shein og svipaðu til í Unique en hann kannski líka til á 100.000 annars staðar mjög svipaðu kjóll. Akkurat. En þetta ekki sama flíkin. Nei, en svo getur líka þessi kínversku risar verið að stela myndum jafnvel frá Unique eða frá ykkar byrgjum eða eitthvað svona það sem vinsælt. Algjörlega. Þannig að fólk þarf aðeins að passa sig sko. Já. Að vera ekki að henda út eitthvað svona staðveikum því að eins og þú segir þá hefur þetta áhrif bæði á reksturinn og bara þig persónulega. Akkurat, þetta ótrúlega leiðilegt og þetta ótrúlega leiðileg umræða og ég einhvern veginn búin að fyrst reyndum maður einhvern veginn að bara horfa fram hjá þessu en svo þegar þetta var orðið það mikið og nánast daglega þá einhvern veginn fór þetta að hafa meiri áhrif og ég hugsaði bara nei, veistu að mér finnst ég ekki eitthvað skilið bara með alla vinnuna sem ég legg inn þannig að ég bara fór í bara harðari aðgerðir með þetta og sem betur fer þá þetta búið að minnka síðan þá. Ok, eins og hvað? Hvernig fer maður í svona neikvæða umræður og reynir að afvegalega umræðinu í rétt átt? Já, akkurát. Það nefnilega, sko, það sem ég lærði bara mjög snemma að vera ekki að svara þessu, að vera ekki undir mínu nafni eitthvað brjáluð, bara nei, ég ekki að vesla á Shein eða vera að kommenta eða taka þátt í þessu. Og auðvitað það erfitt að vera ekki að taka þátt í þessu af því þeir langar svo að svara fyrir þetta. Og sjálfsögðu. En ég ráðfærði mig bara við mjög færanleg fræðing hvað væri best að gera í þessu. Já. Af því að auðvitað eru þessir anonymous þræðir ótrúlega þreyttir og það ekki bara fyrirtæki sem verða fyrir barðinu að þessu heldur líka einstaklingar. Og þetta bara ótrúlega á svo litla landi þá þetta bara ótrúlega leiðilegu fítus. Já. Ég mjög sammála. Já, og og þannig að já, ég fór bara í aðgerðin með þetta að já, ákveða bara höfða meiðyrðamál ef að það kæmu fleiri komment eða fleiri umsagnir að við varum að versla hjá Shein. Já. Og ég talaði vel að fræðing og hann sagði að ég var með mjög sterkt mál en það sem ég þyrfti að gera var að senda honum öll gögn ég að senda honum sko allar nótur, öll invoice, allt frá öll merkjónum mínum, bara síðustu sko 5 ár aftur í tíman, bara upp okkur einasta mánuð. Og þetta var til þess að hafa í rauninni sönnunagögn. Og auðvitað ömulegt að þurfa að gera þetta. Þetta alveg glatað. Já. Að það sé ekki trúa því að þetta sé, þú veist, satt. Að maður sé ekki að versla hjá Shein. Þannig að já, eins og ég segi, þetta þróaðist bara vel og ég bara mjög glöð á hvaða stað þetta komið á í dag. Fórst í meiðramál? Nei, þetta bara, auðvitað þurftum við að tala við adminin á þessari umræddu síðu sem að... Já, því þeir geta séð. Þeir náttúrulega sjá. Já, þeir sjá hverju anonymous. Ég held að sé ekki allir sem gera sér grein fyrir því sem að eru að posta nafnlaust. Og þær geta séð og og það mega að gefa okkur gögn fyrir að segja hlutina. Já. Þannig að ef þetta hafði orðið eitthvað meira og haldið bara viðstöðulust áfram að þá hefðu við farið lengra með þetta.
en ég vildi vita hvort ég ætti rétt á því að höfða meðherjumál og það var alveg staðan. Ég var mjög stórt mál í höndunum af því að ég hafði ekki verslað einu sinni hjá Shein. Nei. En veistu í dag hver þetta eða heldur þetta sé alltaf sama manneskjan eða? Sko, ég veit ekki hver þetta ég get ekki ímyndað mér það. Ég get ekki ímyndað mér hvað ég hef gert þessari mannesku eða fyrirtæki eða einhver starfsmaður eða hvað. Þegar maður veltir svona helst fyrir sér hvort þetta sé einhver samkeppnisaðili sem er að reyna að eyðileggja fyrir þér eða eitthvað svona. Það væri mjög forvitnilegt að vita en svo er bara líka ótrúlega mikið af fólki sem að leyfi sér að setja alls konar bull út og fattar ekki að það er að setja út eitthvað sem að alvöru manneskja fær að finna fyrir. Þannig að það er auðvelt að setja eitthvað á netið en það hefur afleiðingar. Já. Mér langar svolítið aftur að tala við 21 árs gömlu Söru. Já. Úr Hveragerði. Frá Hveragerði. Hafa þeir alltaf haft áhuga á tísku? Já. Þetta er mjög skemmtilegt en ég hafði bara byrjað að hafa áhuga á tísku bara mjög, mjög ung. Mér varst mjög gaman að breyta fötum, ég fekk kannski einhver gömul föt frá frængum mínum og ég var að klippa þau og ég var að sauma eitthvað á þau og ég var alltaf að breyta og fannst það ótrúlega gaman að klæða mig flott upp og ég og vinkona mín sem heitir Andrós, hún er frá Hveragerði líka, hún býr reyndar á Selfossi núna, við stofnum okkar eigin tísku sem heit Kurat-tískan. Ok, og hvað snýrst húnum? Ég held að ég hef verið bara 12 ára eða eitthvað. Nei, í alveg. Já, það var mjög litrík tíska, það var alveg bara rosa litrík tíska. En við vorum lengi vel í þessari Kurat-tísku og lífið mitt því ég var barn, það snýrst mjög mikið tísku. Þetta var bara að vera einhvern veginn flokkklæddur og spá í hverju maður er og spá í hverju aðrir eru og þú veist, mér fannst þetta var bara einhvern veginn, ég fann mig alveg þarna. Já. Bara mjög ungum aldri. Þannig að bæjarferðir voru ekstra skemmtilegar. Ekstra skemmtilegar þegar mamma tók mig í bæinn. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Geggjað. Fyrst við erum á þessum nótunum, þá er við hæfið að fara inn í liðin persónulegt vörumerki eða liðurinn heitir þú sem vörumerki og þetta er liður sem er í boði skór.is þar sem við ætlum að biðja alla viðmælendur að nefna sín 3 helstu kjarnagildi svona fyrir hvað þeir vilja standa og ég var búin að biðja þig að hugsa þetta eins. Varstu eitthvað búin að kíkja á þetta? Já, ég var búin að hugsa þetta vel og ég held að ég myndi segja ég myndi klárlega að segja metnaður, húmor og góðmennska. Já, þetta er svona þín 3 grunngildi, það sem þú vilt standa fyrir. Já, ég held einmitt. Mér finnst maður verður eiginlega að hafa húmor og bara húmor fyrir sjálfum sér og öllu því sem maður er að gera. Af því ef maður er ekki með hann þá verður þetta ekki skemmtilegt. Nei, ég held að það sé mjög mikilvægt að geta sé bara spögulega hliðnar og alls konar málum sem geta komið upp, sko. Akkurat. Og metnaður, ég er með mjög mikinn metnað og sérstaklega fyrir vinnunni. Það er líka kannski ástæðan, þetta er mitt helsta áhugamál og þá er ég með mikinn metnað í þessu sem ég er að gera. Og með góðmennskuna líka, mér finnst maður verða einhvern veginn að hugsa þá sem að minna mega sín bara í öllu þessum amstri með fyrirtæki og annað, þá finnst mér það einhvern veginn vera bara svolítið svona stór partur af mér og hefur alltaf verið og ég hef haldið því áfram líka bara með fyrirtækið. Já. Þið hafi líka opnað fleiri búðir heldur en Unique. Já. Þið voru með þarna Factory í Bæjalindinni og eru núna með Elensa. Já. Hver er svona pælingin á baku að vera ég vil ekki segja alltaf að opna nýjar en að vera svona með reglulegar svona aðra áherslur í öðrum búðum. Já, akkurat, með Unique að við erum bara svolítið komið með okkar kunnahóp og við erum með bara búin að ákveða nákvæmlega hvaða stefnu við viljum hafa í fyrirtækinu varðandi vörur og vöruinnkaup og þess áttar og þegar maður er úti og er að velja inn föt að þá er maður ofta að sjá
önnur falleg föt sem að kannski höfði ekki alveg til Unique, manni finnst þau flott en þú getur kannski ekki alveg tekið inn í Unique af því að það ekki alveg þessi Unique stíl einhvern veginn. Já. Og þá kveiknaði upp svo hugmynd fyrst með Factory að það voru mikið af flottum byrgjum úti bæði í París og í LA sem að selja sem sagt föt frá XL 1XL upp í 3XL og stundu 4XL og þetta var eitthvað sem mér langaði alltaf að gera, mér langaði að hafa líka þessa stærðir í Unique, mér langaði að allir gætu vesla hjá mér, ekki vera bara með einhvern svona einn hóp af fólki sem geti vesla heldur, mér langaði bara að bjóða öllum konum að vesla og ég reyndi á sínum tíma að opna, við vorum með outlet upp í Fjarðar í Firðinum í Hafnarfirði. Já, alveg rétt. Og þar var Unique outlet og þar reyndi ég að opna eitthvað svona smá fyrir frá XL í stærri stærðum og við reyndum það og það gekk alveg vel en þetta var samt bara svona mér fannst leiðilegt að vera með þessa stærðir inn í outleti, mér fannst það svona eins og maður væri að gera eitthvað verð fyrir konur sem nota þessa stærðir þannig að mér fannst það svona einhvern veginn alveg off þannig að við bara einhvern veginn hættum með það bæði outletið og stærri stærðinu þar og út frá því einhvern veginn var alltaf, mér langaði alltaf að opna búð með fatnaði fyrir þær sem nota stærri en large og þá kveiknaði upp svo hugmynd að opna Factory og ég var ótrúlega spennt fyrir því og það gekk ótrúlega vel í byrjun en svo var þetta bara, fór bara einhvern veginn róðurinn að þyngjast með búðina, það var einhvern veginn bara orðið ekki nú að gera allir komin á Ósambík já, einmitt, þetta var svona bara ekki orðið nóg að gera og það er náttúrulega bara þannig með allan rekstur að ef það er ekki nóg að gera og það stendur ekki undir sér að borga laun og leigu og verslin vörur að þá einhvern veginn þarftu bara að segja skilið við það þannig að við ákveðum að loka Factory og við vorum einhvern veginn ekki alveg tilbúna samt að hætta að vera með búð, þetta mamma á þessa búð með mér, mamma og Sif frænka mín sem á Unique með mér, þannig að þetta bara svona allt fjölskyldu fyrirtæki, bæði Elensa og Unique og mér fannst ótrúlega gaman að vera rekstri með mömmu, mér fannst það mjög gaman og finnst það mjög gaman þegar við erum auðvitað ennþá með Elensu en opnumsast Elensu út frá því þegar við lokum Factory og ákveðum bjóða konum sem eru kannski aðeins eldri en markhópurinn sem versla mikið í Unique að koma og fá sér líka glæsileg föt á bara viðráðlegu verði og það er ótrúlega svona skemmtilegt, þetta er svona aðeins öðruvísi en samt svipað. Já, er þetta líka pælingin þá að þú ert að fara þangað eða vant að föt á djammið, eða er þetta bara meira hversdagsföt eða hvernig við erum í rauninni með bara sko allt nema íþróttaföt við erum með gallabuxur, við erum með pleinbóli, við erum með skyrtur, kjóla hælaskó, þú veist, bara við erum með einhvern veginn allt við erum bara svolítið að láta ráðast bara hvað okkur finnst flott þegar við erum úti og þá verslum við það inn þannig að við erum með mikla skoðanir á fötum og þegar maður er búin að vera svona lengi sem bransa þá einhvern veginn mynda maður sér svo mikla skoðun á fatnaði og maður spá svo mikið í quality á öllu og samanburði verð, þú veist, hvað getur maður selt þetta á og með þetta quality og allt þetta er alveg svona eitthvað sem lærist bara með tímanum en mér fannst ég var það reynd að mér langaði að gera eitthvað meira en Unique, ég hef ekki viljað hafa aðra Unique því ég veit að kúnnarnir skiptast í tærbúður, ég er búin að pröfa það en þetta var mjög skemmtileg viðbót við Unique og þetta er svona aðeins öðruvísi, þetta er eiginlega bara allt öðruvísi sem er ótrúlega fyndið að bara aldursmunurinn gerir fyrirtækin allt öðruvísi. Hvernig myndir ég myndi kannski, ég myndi segja ykkur aðeins frá markhópnum hjá Elensu annarsvegar og Unique hinsvegar? Já. Ótrúlega gaman og sért að vinna með svona tvo kontrasta. Það er mjög gaman sko, manni finnst maður svona höfða til einhvern veginn allra, maður nær öllum, ég get þú veist hitt bara hvort sem maður sé ung stelpa eða kona og þau eru í fötum sem ég veslaði inn, mér finnst það ekkert eðlilega gaman, þannig með einmitt, munurinn, þetta er með Unique, við erum mikið að leggja núna upp á
kjólum, okkur fannst vöntun á Íslandi að fá fallega kjóla og ég var svolítið svona hætt að nenna að taka inn kjóla, þú veist, tók kannski eina kjóla en var meira komin í bara svona meira kannski hversdags myndi ég segja, gallabuxur, draktir og eitthvað þess áttar sem að alls ekki hætt í Unique en við erum með meira magn af kjólum en við vorum með núna. Þeir eru kannski komin aftur í skemmtana lífið sem þið byrjuði í, kannski algjörlega. Komin í ræturnar. Algjörlega, svolítið þannig, en þetta er kannski þegar ég horfa á kjól í dag þá hugsa ég ekki endilega jam, ég efast einhver mæti á átó eða eitthvað í kjól sko. Þau eru ekki markhópurinn sem núna þar. Já, við tvítugar gerðum það kannski við gerðum það, já það gerði það nefnilega ekki en þetta bara einmitt, við erum að passa að vera með kjóla þegar það eru ásatíðir, þegar það eru útskriftir, brúðkaup og allt svona þegar maður veit að að koma stór ívent sem að fólki vantar kjól, þá erum við með bara rosalegt magna kjólum og þess á milli þá reynum við svolítið svona að spila eftir hvað árstíð er og hvað er í gangi að hverju sinni myndi ég segja þegar skólarnir er að byrja þá verður alveg ofurmikið að gallabuxum og veit ég hvað ég meina þetta er svona, maður þarf svolítið að spila bara eftir það er mikið að hugsa seasonal þetta er mjög seasonal, þú þarft svolítið að pæli því þú veist, í janúar, kannski í febrúar þá eru kannski ekki allir í rosalegum kjólum en strax í mars þá eru komnar ásatíðir og þá verða að vera til ótrúlega mikið kjólum. Þú þarft að hugsa þetta bara, ég er bara með mitt bara plan og er alltaf að passa að vera með allt 100% þegar kemur að öllum þessum. En þú hlýtur að vera líka búin að þróa fyrir þér bara sterka tilfinningu fyrir kunnahópnum og veist hvað kannski selst vel og hvað ekki. Eða ertu meira bara að velja það sem þér finnst flott eða ferði út og ert bara, minnst þetta nú ekki flott sko en ég veit að Unique stelpunnar fíla þetta. Nei, ég hef aldrei verslað inn föt sem ég finnst ekki flott af því að það getur rétt ímynda ykkur, ég er að fara að labba kannski í 1000 heildsölur en það eru kannski bara 15 af mín merki sem ég versla hjá og inn í þessum 15 eru 10.000 föt og allt sikkur fötin og ég þarf að velja hvað mér finnst flott. Ef ég var að taka eitthvað þá gæti þetta orðið bara eins og flóamarkaður. Af því það er mjög auðvelt að versla inn bara algjört drasl og meira þess að frá mínum merkjum þá eru til föt sem eru bara ekki falleg. Að mér finnst, að mínum mati, að mér finnst. En ég vel það sem mér finnst flott þó ég myndi kannski ekkert endilega vera í því, mér finnst ég kannski orðin of gömul fyrir það eða það er ekki tilefni framundan hjá mér til að geta verið í þessu að en þá versla ég samt inn að því mér finnst það fallegt og finnst gaman að selja vörurnar því að mér finnst það svo flottar. Já. Margrét, ég held að það sé komin að æðibita. Jú, ég á æðibita vikunar er það ekki? Jú. Ég er nefnilega með svolítið skemmtilegan æðibita þessa vikuna. Ég er spennt. Já, ég tek fram að ég þekki ekkert til og ég veit ekkert hvaða fólk þetta er bara eins og áður. Þá er þetta alveg þetta er allt bara okkar í engu samstarfi nema náttúrulega bara liðurinn er í samstarfi með góðu. Já. En ég er að meina, þetta er ekki fólk sem ég þekki eða eitthvað sem ég er að tala um eða neitt. Ég sá bara þessa frétt á Vísi daginn. Þetta er sem sagt nýsköpunarfyrirtæki sem er að þróa lausn fyrir matvælafyrirtæki og þetta er svona sérstaklega fyrir smærri framleiðendur, bændur, einyrkja og svona lítil fyrirtæki og þau eru að þróa lausn sem heldur utan alls konar skráningar, gæðamál og skriffinsku og svona sem ég held að margir mikið fyrir sér. Akkurat. En það sem að mér fannst skemmtilegast við þetta eða kom fram í fréttinni að þetta er ekki bara góð hugmynd, heldur bara svo gott dæmi fólk sem bara tekur að skarið og kemur hugmyndunum í framkvæmd og þau eru sem sagt 2 í þessu teimi, hvað heita þau? Sunna Guðlaugsdóttir og Margeir Haraldur Ardal. Þau eru með þetta teimi og fyrirtækið heitir iOrden eða iOrden, ég veit ekki hvernig Örugglega iOrden. Ég held það, iOrden, þetta er allt iOrden. Já, mér finnst það geggjað. Og þau kynntust í janúar. Já, þau kynntust bara núna í janúar og þá þegar þau voru að taka þátt í hugmyndahraðhlaupi Gullexins og Landsbankans. Þannig þau bara fóru þangað bæði og kynnast þar og þar myndast þessi hugmynd. Já,
og þau lentu í öðru sæti og síðan þá hafa þau tekið þátt í Hringiðu sem viðskiptarhall Klacks fyrir grænar lausnir og þetta að gerast svo hratt við erum að tala í júní og þau eru bara búin að stofna fyrirtæki og mér finnst þetta svo gott dæmi að taka skarið já bara að þú þarft ekki að byrja með fullkomna hugmynd og þarft ekki að vera með risastórt heimi eða vera með allt á hreinu þú þarft bara einhvern veginn að mæta og vera með opinn hug og sérðu hvað getur gerst þannig að mér finnst þau tvö algjör æðbyttur og bara fyrir utan hvað þetta líka nýtsamlegt og ég held að margir munu nýta sér þetta Ok, við þurfum bara að panta æðbytta kassa hjá Góa og senda þeim Já, bara nokkra og þau geta örugglega haldið utanum þessi skráningar og allt sem þarf að koma fram varandi innihaldið og eitthvað svona þannig að Ævá, þetta var skemmtilegt Í orðin Það var gott í hjartað Já, mér finnst þetta bara svo passa vel við þema þáttarins og Ég sammála, vel valið Bara geggjað Ég ánægð með dagskrálið Ertu mikið að afgræða í búðinni? Já, ég er það. Ég er nánast daglega í búðinni þegar ég er ekki erlendis eða ég er ekki að gera pantanir og í skrifstofuvinnunni þá er ég í búðinni. Já. Og mér finnst fátt skemmtilega en að fá kúnnana inn og alveg dressa upp. Og í hverju búðin ertu? Ég er svolítið, ég meina, þær eru á móti hver annari í kringlunni, þannig að maður er svolítið svona að horfa yfir hverju meira að gera og það er einhver aðstóð og maður er að hlaupa á milli og þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þú ert búin að kynnast væntanlega mörgum í gegnum þetta. Þú veist að segja mér daginn frá, ég veit ekki hvort þú vilt tala það, þannig að kúnarninu sem lánaði þér hús út í Eyjum, þetta er svona einhvern veginn Akkurat, ótrúlegt. Já, hún er geggjuð, hún Sigrún frá Vestmannaeyjum, hún er æði, einmitt, hún vestlaði hjá mikið í Unique og svo bara pröfa ég að senda á hana fyrir þjóðutíð hvort að hún myndi vita eitthvað hús eða hvort við mættum tjald í garðinum og stuttu fyrirvari en hún var bara ekkert eðlilega góð og leiði okkur að gista í húsinu sínu, fór úr húsinu til að lefa, ég og maðurinn minn gistum bara í hjónarúminu kunni í búðinni bara, þetta líka segir bara svo margt um þau sem þú veist, tala gildiðin og svona áðan mér finnst þetta alveg, það sem maður gefur af sér maður færa tilbaka, þetta er bara dæmi það 100%. Þannig já, þetta er ótrúlega áhugavert og þú ert greinilega í þessu alveg af öllu hjarta og áhuga og svona en eftir allan tíma verður aldrei leið á þessu og hefur hugsað að gera eitthvað annað Nei, ég er ofta að bíða eftir leiðanum hvenær hættir þetta að vera gaman þú veist, nú er hann 36 ára ég á 2 börn, bara hvenær fæ ég ógeða þessu, hvenær nenni ég þessu ekki lengur en ég er ekki að grínast því að 15 árum seinna þá held ég mér aldrei þótt þetta jafn gaman og núna það er crazy sko Já, mér finnst þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt og auðvitað ég myndi segja að þessi 15 ár sem búin að vera svo mikill lærdómur að ég loksins að komast á þann stað að maður er farin að kunna allt í rauninni og það tók í alvöru næstu í 15 ár að bara svona allt í hennu vera hann sáttur þú veist, vera með bara, maður er með gott plan og bara búin að læra svo ótrúlega mikið í gegnum öll þessi ár þannig að þetta verður allt miklu skemmtilegra núna það er alltaf miklu skemmtilegra að kunna hlutina svona vel Mér finnst þetta einmitt svo góð skilaboð því þú ert búin að tala núna hluti sem þú ert búin að prófa og búin að sjá að gengu ekki eftir bæði gjaldrót, aðrar verslanir alls konar, en núna ertu bara komin á þann stað að þú ert búin að prófa þetta og þú veist hvað gengur og þá einhvern veginn ertu orðin sátt Akkurat. Þannig að ég finnst þetta ótrúlega svona góð skilaboð að mistökin eru ekki neitt annað heldur en lærdómur. Já, akkurat. Maður gerir auðvitað 100 mistök bara hvort sem maður sé í lífinu eða í rekstri og annað og maður bara, eina sem það skilur eftir sig er bara lærdómur. Það er svolítið þannig. En þú er kannski líka aðeins breytt forgangsröðuninni þinni eftir veikindi sem þú lendir í. Já. Koma aðeins inn á það núna þú þarna hvað er mörg ár síðan að þú vektist heilahimnubólgu? Já, sko, þetta var allt ótrúlega óljóst ég veikist sem sagt mjög alvarlega mér langar að segja þessu 2 ár síðan það er mögulega 3, tíminn líður svo rætt mjög rætt 2024 já það eru 2 ár síðan já. Akkurat já þá veikist ég mjög alvarlega og er bara
nær dauða en lífi í rauninni. Þá að mamma fór með mig upp á bráðamóttöku og ég var bara lögð inn í akút herbyggið og rifin úr fötunum og sprauta mig fullt af sprautum og rifin mig, láti mænu sprautu til að taka mænuvökva og allt þetta. Það var fyrst haldið heilahimnubólga og persónulega fyrst mér óljóst ennþá hvort það hafi verið heilahimnubólga eða ekki, að ég fekk ótrúlega óskýr svör varðandi það. Það var nemi að taka af mér mænu ástungu til að aðtöfa með mænuvökva. Hann var sendur til Danmörku, það kom blóð í vökvan þannig að hann náðist einhvern veginn ekki alveg að lesa úr honum eitthvað svona að mér skildist hjá læknunum og já, þetta var eitthvað svona mjög óljóst með heilahimnubólguna en þetta var allt ótrúlega skrítið. Hvernig einkenni voru og hvernig voru veikindin? Ég greinist þarna líka með lúnabólgu, alveg mjög slæma lúnabólgu og svo greinist ég með aðra lúnabólgu og ný þá lúnabólgu. Þannig að ég var í rauninni, þetta var bara eins og ég gat ekki andað og hausinn á mér var í rauninni ég var bara svona algjörlega freðin og steikt og það var ekki náð sambandi við mig, ekki hægt að ná sambandi við mig og bara ég alltaf að detta út og þú veist, bara þetta var svakalegt á þessu tíma. Ég man lítið eftir þessu, ég man eitthvað svona aðeins þegar ég ranka við mér þegar verið að rífa mig úr fötunum og setja upp þvaglegg, setja upp þvaglegg og þetta. Svo eru svona einhverjir kannski 2-3 dagar í móðu og ég ligg upp á spítal alveg þó nokkurn tíma sem betur fyrir á maður mann sem var ekkert eðlilega góður að nenna að hanga hjá mér og vinkona mín líka, hún Gurri, hún kom og skipta á blei á mér og svona, var ekkert þetta var alveg það slæmt þetta var það slæmt, já þannig maður á góða að sem betur fer, en já, þetta var allt mjög óljóst og svo ég tekin að funda því að það kemur náttúrulega frétt þetta því að mér varst mjög illa að þessu staði þegar ég var svona veik, ég var bara send læknan á milli og Sætt að taka treo? Já, bara taktu treo við hausverknum og eitthvað svona, þetta var ótrúlega svona leiðilegt og ég, þetta veik, þú veist, ég gæti ekki einu sinni orðið pirruð, ég var svo ótrúlega máttfarin og veik, það var búin að koma læknir heim sem náðu ekki sambandi við mig og sagði bara, tengdamamma mín var búin að hringja á lækni af því að það var ekki hægt að vekja mig, en ég heyrði allt en náðu ekki að svara og læknin kemur heim og skoða mig og ég næ engu sambandi við læknin og hún bara horfir á mig og segir bara já, þið eru bara gefinni treo og bara svona aðeins bara svona kalt í herbyggið og eitthvað samt er ég 34 ára gömul og ekkert að ná sambandi við mig með 40 stæði hita og ligg bara nær dauðaðan lífi í rúminu þannig að þetta var allt, þú veist, það var ekkert skoða mig eitthvað og svo fer ég til læknis og ég fekk upp pensilín sem virkaði ekki neitt og þetta var allt bara ótrúlega leiðilegt hvernig svona aðdragandinn af þessu miklu veikindum var í rauninni. En já. Varstu lengi að jafna þig? Já, mjög. Og hvernig það að vera? Því þarna ertu svona nánast sjálfstæð starfandi, þú ert að sinna rekstri. Akkurat. Að lenda í þessu samhliða, hvernig náður einhvern veginn að láta þetta allt ganga upp? Það er ótrúlega fyndið að ég var þarna að því ég er búin að vera mikið að hanna kjóla fyrir búðina og þetta er í mæ, bara akkurat fyrir 2 árum síðan og ég var nýbúin að leggja fram pöntun á hönnun á kjólun sem ég var að hanna og síðan bara átti ég eftir að borga og allt og það heyrist bara ekkert meir í mér og ég náttúrulega þarna er ég bara komin á spítalann og allt þetta og bara leið og ég nægi ranka við mér þá teki ég símann og byrja að svara bara sendu mig payment link bara þú veist, og ég man að hjúkrunarkonur horfðu á mig bara, hvað ert að gera? Ég bara, veist, ég verð að klára að vinna. Þannig að þetta er svolítið lýsandi svona fyrir það hvernig er að vera í rekstri. Þarna hefur kannski fólki að vera bara, ok, það er lægi með hana. Já, þetta er kannski bara svona, algjörlega. Hún er komin tilbaka. Já, akkurat, hún er komin tilbaka. Ég var að senda e-mail í liftin á fæðingadeildina á sama tími var að biðja að fá mændeyfingu. Akkurat, nákvæmlega. Þetta er nákvæmlega svolítið þarna, Þannig að þú ert í raun þú getur aldrei tekið frí, hvort sem hún sér bara mjög veikur eða einmitt að fæða barn. Já, þetta er svona, það eru kostur og gallar við þetta. Það eru það, auðvitað. En já, en eins og ég segi, þetta var mjög óljóst með að því ég greindi þetta með þessa lúnabólgu, sýnin sem fóru út voru eitthvað
mjög skrítin, eitthvað náðist ekki alveg og þetta var allt bara mjög óljóst. Mér var sagt að ég væri með heilahimnubólgu af lækni á bráðamóttökunni og sagði líka við mömmu mína að ég væri með heilahimnubólgu. Svo þegar ég tekin á fundin, þegar komið frétt veikindin á Vísi, að þá var ég tekin á fund með lækni og hjúkrunarkonu og bara svona smá svona, herðu, bara okkur þykir leiðilegt hvernig það var allt í rauninni aðdragandinn af veikindunum og allt þetta, en þú varst allavega ekki með heilahimnubólgu, var svona skvett þarna og ég var búin að halda í mánuð að ég hef verið með heilahimnubólgu og ég sagði, en byrju, hvað með sýnin? Þau sýndu fyrst heilahimnubólgu og okkur tjáð það upp á spítala, þetta var heilahimnubólga og þá allt í einu var búið að taka það tilbaka, en þú veist, þannig að þetta er ég þori ekki að segja en miða við þetta fjall eitthvað á milli og ég held að það er smá erfitt svona þegar þú ert einmitt í þessari stjætt og það kom upp svona mistök og þú veist ekki alveg svona, þetta er óþægileg staða líka þegar þú veist ekki greininguna hvernig þú vinnur úr því og einkenni og svo fylgist með í framhaldinu og svona. Akkurat, en miða við hvað ég var ótrúlega lengi að ná mér eftir veikindin að þá finnst mér ótrúlega líklegt að þetta hafi verið eins og ég fekk fyrstu greininguna að það hafi verið heilahimnubólga af því að þegar fyrsta greiningin kemur og þá fannst mér þetta allt meika svo mikið sens. Já, það passaði við einkennin. Þetta passaði ótrúlega mikið við einkennin og en ég var alveg ég myndi segja svona 2-3 mánuði að ná bara upp krafti og öllu aftur eftir veikindin og þá líka einhvern veginn þegar maður lendir í svona þá hugsar einhvern veginn bara allt upp á nýtt í rauninni, bara hvað skiptir í alvöru máli. Það er svolítið þannig. Breytt forgangsröðun. Já, breytt forgangsröðun, hugsa betur mig og er bara svolítið að kannski færa það meiri fókus líka, hvernig þú ætlar að stilla upp atriðum, vinna, persónulegt líf. Akkurat, það er svolítið þannig og maður reynir að minna sér reglulega á það af því að þetta getur maður oft glemt bara í öllu amstri dagsins og öllum verkefnunum, þá gleymist það oft en ég er alveg duglega að minna mig á að maður þarf líka að læra að slaka á og Ert ekki ómissandi? Akkurat, og svo skiptir mér líka miklu máli að vera, ég er númer 1, 2 og 10 þá er ég mamma og mér finnst það svona mikilvægasta í þessu öllu hitt er aukað þetta eiginlega. Eru stelpunnar mikið inn í þessum búðarleik sem þú ert í? Já, ég reyni samt svolítið að halda þeim frá því. Ég hef alveg lyft henni Ölfu, eldri dóttur minni, að koma og hjálpa í búðinni og svona henni finnst það ótrúlega gaman. Við hefum komið að það með vinkonu sínum og það eru mjög duglegar. En ég reyni samt svona einhvern veginn að halda þeim aðeins þannig ég sé ekki alltaf að taka þær með mér í vinnuna og upp í búð og aðskilja það eins upp á gólfinu. Ég reyni svona smá að aðskilja þetta og því ég kem heim og svolítið svona legg síman frá mér og reyna að sinna þeim og þannig að þær finn ekki of mikið fyrir þessu en auðvitað koma vinnutarnir sem ég þarf að segja mamma er að vinna, nú er aðeins að lega mamma að vinna og mér finnst það ótrúlega leiðilegt en það fylgir ég auðvitað bara að vera í svona sjálfstæðum rekstri. Já, ég sammála. Ég þurfti bara síðast í gæra ég var að gera kiss og knús og ég með tölvuna fyrir fram mig vanlega fer maður alltaf að kúra með og segja góða nótt og þetta bara þarf nokkuð svona kvöld. Algjörlega. Og þau skilja þetta þegar verða eldri og örgulega hugsa bara á hvað mamma var dugleg. Já. Það er svolítið þannig. Já, ég get alveg ímyndað mér þetta sé pínu svona erfitt að aðskilja bara fjölskyldi og persónulega lífið frá þessu þegar þetta er bara svona stór hluti af daglegu lífi en kannski líka ekki síst þegar starfsfólkið og bara fólki sem er með þér í þessu er nánast eins og fjölskyldaðin og bókstaflega fjölskyldaðin sem þetta er ekkert að með. Akkurat. En þú ert búin að segja mér að starfsfólki í búðunum er að passa fyrir þig þannig að þetta er einhvern veginn allt það er lítil mörk einhvern veginn þannig að milli að mörgu leiti. Algjörlega og mér finnst líka bara svo mikilvægt að hafa einhvern veginn, þetta er bara lítið fjölskyldufyrirtæki bara þú veist, þegar upp í staðið þá er þetta bara litla fjölskyldufyrirtæki mitt og mér finnst bara stelpunum sem vinna hjá mér vera bara hluti af því einhvern veginn. Já. Og þær eru búin að haldast lengi að vinna hjá mér þær sem eru núna og margt starfsfólk á undan sem hefur bara verið í nokkur ára að vinna hjá okkur. Verslunarstjórinn okkar er búin að vera í 8 ár. Nei. Jú, og hún búin að vera í 8 ár og svo erum við með stelpur sem eru búin að vera í 3 ár, 2 ár, þær haldast lengi
og það er ekki nema þegar það eru að hætta, þá er þetta oftast þær að fara í eitthvað meira nám eða nýrfasi í lífinu. Já, eða fara að vinna við eitthvað sem það lærðu eða eitthvað svoleiðis, en mér finnst ótrúlega gaman að inklúta þær líka svolítið bara við mitt líf, starfsfólki í búðinni, þú veist, láta þær koma og að passa fyrir mig og allt þetta, og þeim finnst það líka ótrúlega gaman. Já. Þetta er allt bara svolítið svona heimilislegt. Já. Get ég myndum að sérstuna mikil fyrirmynd bara mörgu leiti, bæði í viðskiptunum og bara í öllu einhvern. En hvernig núna, það er búið að vera mikil umræða hvernig netverslanir eru svolítið bara að taka yfir og svona fysikalverslanir eru kannski bara að loka. Já. Smátt og smátt. Hvernig hafið þið svolítið verið að, móta eitthvað stefnu þarna? Sko, nú erum við með mjög sterka netverslun hjá Unique, alveg mjög, og það er mikið að gera á henni, en mér finnst samt sem áður þá eru svo margir sem vilja koma og máta fötin. Það eru, ég myndi segja að það sé svona 70% sem kom í búðuna á versla og kannski 40, eða kannski svona 30-40% sem versla á netinu og hinn helmingurinn í búðinni. Af því að þetta netverslun hefur alveg aukist, en það er bara ótrúlega mikilvægt og sérstaklega þú ert að selja eins og kjóla og annað, og ef þú hefur tök á því að geta stokkið og mátað, að þá er eins og fólk grípið það alveg og vilji máta ennþá. Já, og kannski líka upplifa þjónustuna. Já, sem akkurat. Ég til vera grunninn í rauninni bara í uppbyggingu á öllum vörumerkjum að vera með góða þjónustu. Það skiptir öllu máli að vera með góða þjónustu. Já. Það er bara, ef þú ert ekki með góða þjónustu, að þá einhvern veginn, þá berðar svo með sér, þú veist, ef þú lappar inn í búð og það er ekki litið á þig, að þá finnur alveg bara, þú bara ráfar búðina og lappar eiginlega út, sko. Staðan fyrir að það sé búið að reyna að sýna þér eitthvað svona sem eða fá kannski að heyra frá þér hvort þú sért með eitthvað í huga. Af því oft þegar þú ferð að versla og maður finnur það bara sjálfur, þá er maður með eitthvað í hausnum á sér til langar að finna þetta, og svo lappar inn í verslun og það er ótrúlega mikið af vörum inn í verslunum og þetta verður svona yfirþyrmandi. Þú horfir yfir búðin og er bara eitthvað, þú veist, á ég fara að gramsa í öllu að leita. Þannig að það er ótrúlega þægilegt að fá góða þjónustu og geta sagt þeim sem eru að vinna bara af hverju þú ert að leitað, og þó við eigum ekki nákvæmlega það, þá er þetta að koma með svipað og allt þetta. Já. Þannig að ég held að sko physical verslun muni aldrei deyja alveg. Nei. Þannig að kannski með sérstaklega það er þannig að þú finnur að þú færð þetta auka. Akkurat. Að þú ert ekki óséður inn í verslunni, að þú ert að eiga samskiptið, þú ert að fá ráð. Já. Eitthvað, þú veist, það er eitthvað gerast á staðnum en ekki bara einmitt labba inn. Algjörlega. Sem ég bara skannað, hendur sér póka og labbar út. Já, algjörlega. Svo líka bara skiptir ótrúlega miklu máli að bara aðstofa, þú veist, alla vel og vera ótrúlega svona bara vinalegur og góðu við alla, því maður veit aldrei líka, þú veist, kannski eru við eina fólki sem þessi manneskja tala við og þú veist, þú þarft að geta sýnt þeim hlýju og kærleik og nálgast þau bara eins og viniðina í rauninni. Já, maður veit aldrei, kannski fólk að leita sér bara kjól fyrir jarðaför einhvers. Ég er að segja það, þannig að maður þarf svolítið svona að passa að vera bara ótrúlega svona þægilegur. Já. Og hefur þú, eru þið með einhverja þjónustu stefnu, til og með bara fyrir starfsfólki ykkar, sem að þið hafi svolítið annarkvort lært eða sett eða eitthvað sem hefur bara þróast með, hvernig Unique hefur þróast? Sko, já, maður reynir að, þegar sérstaklega kemur nýtt starfsfólk í vinnu, að þá reynir maður að kenna þeim svona það sem maður þarf að gera og hvernig maður selur vörurnar og hvernig maður nálgast kunnan í rauninni. Og svo er maðurinn minn, hann er vann í Levi's í man ekki 11 ári eða álíka, hann var alveg mjög þekktur í Levi's á sínum tíma. Okay. Og fór út til útlanda á nokkra svona sölu ráðstefnurunni bara, eða svona sölu námskeið, bara hvernig á að selja vörur og hvernig átt að nálgast kunnan og hvernig, og þetta eru svona stöðvar og þetta er ótrúlega svona skemmtilegt að spá í þessu, og hann hefur nokkur sinnum haldið fyrir starfsfólki í Unique bara svona það sem hann lærði, bara svona smá fund og bara svolítið að kenna þeim hvað hann lærði,
af því þetta mjög áhugavert og ég held að þetta mætti alveg fleiri búðir tilenga sér þetta og ég viðurkenni það, ég mætti nýta mér þetta betur og ég er örugglega eftir að heyra það núna þegar maður minn hlustar á hana þátt Já, það er bóka tíma að það fer að koma að þessu Ég var ný skóbúð bara hjá S4S í 6 ár á sínum tíma og það var hver einast ári var haldið svona sölunámskeið Akkurat. Og þetta einhvern veginn situr alltaf í mér að margt svona sem að okkur var kent sem ég fann svo kjánalegt ekki segja get ég aðstóðað heldur hvernig get ég aðstóðað þetta er þessi litlu hlutir sem að verða að vana en þegar þú ert spurður get ég aðstóðað þá svo viltu segja nei en þú ert í rauninni að neyða kúnum til að segja hverju hann að leita að það, hvernig hann getur hjálpað þetta er alveg mikilvægt. Þú ert að opna meira á, þú ert ekki að gefa hann færi á að segja nei. Í rauninni. Þú getur ekki sagt hvernig get ég aðstöðu og sagt nei. Akkurat. En þú getur reyndir alveg sagt ég er bara að skoða eitthvað þannig en þá ertu búin að bjóða allavega. Algjörlega. Og búin að fá kúnna kannski til að hugsa aðeins lengra. Heldur en bara, nei, láttu mig í friði. Einmitt. Svo skiptir líka bara ótrúlega miklu máli að vera svona, passa að vera til taks líka bara því að sumi segja bara nei, mér langar ekki neina aðstóð svo er það að vesennast að finna stærðina og þetta, ef að starfsfólki er bara hinum einu búðina og nennur ekki að sækja það sko, þannig að þetta eru svona litlu hlutinni sem við reynum að imbra á við starfsfólki okkar að hafa í lagi og auðvitað ég er ekkert að segja að þetta sé alltaf upp á 10 og stelpurnar og ég og við getum öll alveg glemt okkur í einhverjum verkefnum og svona í búðinni En við reynum að vera svona 90% af tímanum að hafa þetta í lagi. Þannig að... Já, það er allir reynir sitt besta og ég, bara þegar ég hef farið þarna, þá ég hef alltaf bara mætt svona mjög vinalegu viðhorfi og bara næs andrúmslofstanda, sko. En ef við talaðum starfsfólki, hvernig skiptir ekki gríðarlegu máli að halda góðu móral í hópnum? Jú, klárlega, það skiptir í rauninni öllu máli, af því að ef það er komið einhver drama eða leiðindi í starfsfólkið að þá skín það í gegn í vinnunni. Já. Þannig að skiptir ótrúlega miklu máli að hafa góða móral og að starfsfólki séu bara alla vinkonur og allir sáttir bara einhvern veginn. Þannig að við erum búin að vera alveg mjög duglegar að fara núna bara að hafa svona starfsmannahittinga og partí og eitthvað svona sem höfða til stelpnuna. Já, við erum einmitt í samstarfi Okki sem er þarna í Kringlunni. Já. Eru þið duglegar að fara þangað? Herðu, það er bara síðasti starfsmannahittingu sem við fórum var á Okki. Nei, alveg. Já. Það er svo gaman að það. Það er geggjað, við fórum í pílu, fengum sko pöntuðum mat á pílusvæðið og bara bestu pítsu sem ég smakkaði þarna sko, vákaðar. Það var líka svo þægilegar framreitar. Ekkert smágóðar, vá. Og já, voru sérst að í pílu þarna og mat í pílunni og einhverju smá drykkir og svo settustu að borða þarna og bara geggjaði koktelar og 5 í fötu og allt að gerast. Ok, þetta hljómar eins og þetta hefur verið fyrirfram ákveðin auglýsing en þetta er í alvörunni bara, við erum bara að spurja hvort þið farið okkur og það var bara, já við vorum að koma það. Ég ætlaði að koma til litt sölupits. Nei, það var bara að græja þetta. Já, þetta er geggjað, mér finnst það geggjaði staður þarna í Kringlunni og gaman að fá hann í Kringluna líka. Já, ég er sammála og svo er líka bara snitt hjá þeim að gera svona subtle branding hér og þar eins og selfie-veggurinn inn á klósetti inn á kvennaklósetti, ég held að bara allar konur sem hafa farað inn hafa tekið mynda sér þar Einmitt, og líka kassin, við tróðum okkur allar í kassan og tókum mynd og þetta var bara, þetta er ótrúlega skemmtilegt bara flott konsept við vorum á föstudegi og það var bara ótrúlega mikið að gera Já, þetta er alveg ótrúlega og þetta er líka þægileg staðsetning, maður þarf ekki að fara alla leiðinni í bæ Akkurat Þannig að þetta er svona miðsvæðis. Þetta er bara geðveikt flottu barinn og þetta er svona bara ótrúlega grand með að við bara svona það þarf að fara aftur og ekki. Ég held að margir bara þekki þetta sem pílustað en kannski ekki allir sem gerir sér grein fyrir hvað þetta er góður matur og bara flottur bar eins og segir og já, karaoke líka. Þetta er ekki bara pílustæður sko. Það býður upp á svo mikið. Þannig að mælu með fyrir starfsfólk í verslunum í Kringlunni og bara allir að kíkja á okki. En við erum nú komin ansi gott ansi langt hérna í viðtalinu og bara, við erum bara að fara yfir tíman en það er samt eitt sem ég langar að koma inn á sem ég langar ekki að sleppa, það er varðandi svona áhrifavalda umræðu og hvernig þeir notist við áhrifavalda mér finnst þetta svona sérstaklega áhugavert í þínu tilfelli að því að mjög mikið af vinum þínum eru áhrifavaldar hefur þetta verið eitthvað svona skarast að þú sért að nota í samstarfi eða bara fá eða þá að þeir séu ætlast til að fá eitthvað frítt eða þú veist, hvernig er stefnan hjá þér þegar kemur áhrifavöldum sko,
Hvernig svona notar þetta? Ég nota áhrifavalda mikið í auglýsingar og annað. Og þá vinina líka eða bara eitthvað ótengda eða hvernig það? Bæði. Já. Ég náttúrulega á hellinga vinkonum sem eru áhrifavaldar og það oft sem að þær fíla mikið fötin sem ég kaup inn og við erum alltaf kannski dressaðar í Unique og þá mér finnst ótrúlega gaman bara að geta í rauninni gert innan svona gæsalappa skiptidíl. Þú veist, þær fá vörur, ég fæ auglýsingu. Og það er bara ótrúlega mikið vinn-vinn fyrir báða aðila og já, mér finnst það bara eitthvað sem hefur virkað vel fyrir okkur að gera það og svo er ég líka með stelpur sem að eru ekki vinkonum mínar eða þú veist, sem ég þekki ekki, sem eru bara að vinna fyrir Unique. Já, bara greitt samstörf. Og það er líka bara frábært. Þannig að þetta er bara, og ég er búin að pröfa eins og segja að auglýsa á hellinga bæði miðlum og útvarpi og samfélagsmiðlum og allt og ég sé það bara að áhrifavaldar er bara langt besta auglýsingin þegar þeir auglýsa og það fyndið mitt með þessar umræður núna með áhrifavalda að þær fá allt frítt og óþólandi að horfa hvað er auglýsa og svona, þetta er sem fyrirtækja eigandi þá er þetta ótrúlega gott fyrir fyrirtæki að hafa þessa stjætt Já, hafa þetta plattform í boði til að vinna með og ef það væri ekki til áhrifavaldar þá veit ég ekki alveg svona hvernig maður myndi oft koma vörunum áleiðis í rauninni. Nei, þá væri allt bara kostaðar auglýsingar og eitthvað svoleiðis en gaman að áhrifavalda geta náð til sinn fylgjanda hóps og annað sko. Þannig að, já. En eins og í dag bara gaman að tala með aðeins inn í miðlana. Hvaða miðla nota þú svona hvað mest í sett auglýsingum? Sko, við notum Instagram og Facebook mest að auglýsa. Við vorum á Snapchat og mjög fyndið að því ég var á námskeiði, svona markaðsnámskeiði daginn og þá verið að segja að Snapchat er bara ekkert eðlilega vinsælt og þar ég var bara guð. Núna? Já, það er vist bara skorað mjög hátt í tölum hvað fólk er að nota í dag. Þannig að En skarast sá markkópur ekki líka svolítið breiður á Instagram og TikTok hvort sem er? Jú, ég hugsa þetta sé svona einmitt fólk er bara svolítið að skrolla og það sko okkar markkópur í Unique er rosa mikið TikTok. Já. Þannig að við reynum að vera mjög virk þar. Ég er með stelpur sem vinna hjá mér í búðinni sem er á fullu á vinnutíma og annað að gera TikTok-vídeó og maður reynir einhvern veginn að láta þetta vinna saman og einnig stelpur sem er að vinna bara í greiddum samstörfum að gera alls konar vídeo sem ég get nota á TikTok af því ég er ekki mikið sjálf í því. Nei. Já, þú ert kannski eins og sagði hann með ansi marga bolta, ég veit ekki hvernig þetta er að fara að því að bæta þessu líka við. Akkurat. En er eitthvað til sem heitir típiskur dagur í vinnunni á þér? Er þetta ekki, þetta er svo mörg verkefni eins og þú segir? Nei, þetta er nefnilega ekki til neitt sem heitir típiskur dagur í vinnunni sko. Það er í rauninni allir dagar eru öðruvísi. Það er alltaf eitthvað nýtt og alltaf eitthvað öðruvísi, bara dag frá degi. Og nóg framöndan væntanlega? Það er nóg framöndan. Hvað er svona helst í tísku núna? Barrelbuxur. Já. Það eru ekkert eðlilega mikið í tísku. Ég bara, ef ég fæ þær í búðina og sé þær í korter ára farnar. Ok. Er það gallabuxur eða bara í öllum efnum? Já, aðalega held ég barrel gallabuxur. Og þetta oversized svona snið einhvern veginn, bæði buxum og jökkum og annað og stórir axlapúðar eins og ég segja kannski hérna. Mjög gott. Já, það er mjög vinsælt og svo er þetta bara tískan svo fljóta að breytast að að í dag er allavega barrelbuxur mjög hot right now og Capri-buxur líka. Já, svona mjög vinsælar, já. Þú ert að vera með puttana á búlsunum sko. Það bara, þú mátt ekki missa tískulestinni sko, þá ertu bara eftir á. Það er gott að einhver sé að fylgjast með þessari lest. Akkurat. Er eitthvað ráð sem þú myndi gefa 21 árs þér núna varðandi uppbyggingu á Unique? Sko, ég held að ég myndi ekki bara gefa 21 árs Söru þar ráð að þú þarft ekkert að kunna neitt. Bara þú lærir þetta allt á leiðinni. Það er svolítið þannig. Bara sleppa tökunum. Sleppa tökunum, af því að maður var ofta
berja sig í hausinn og hérna brjóta sig niður af því að manni fannst maður ekki nógu klár í því sem maður var að gera. Þannig að, og það skiptir ekki máli. Bara, og eins bara unga stelpur í dag það er alltaf að opna fyrirtæki að það er enginn sem opnar eitthvað svona og kann það 100%. Þú lærið það bara á leiðinni. Það er bara að byrja. Bara að vera hugur ekkur. Það er bara, ég er að segja það. Það er bara að byrja og það muni koma alls konar hérna mistök og vesen og leiðindi og þið finnst ekkert vera að ganga upp en þú veist þegar eftir á að hyggja, já, það gengur upp á endanum oftast þannig og eftir á að hyggja þá er þetta bara ótrúlega mikið lærdómur sem maður tekur af mistökunum þannig að það gerir mann bara sterkari. Eins og þú sagði án, eftir 15 ár þá finnst þér svona að vera komin búin að læra þetta. Akkurat. En að horfa tilbaka, þetta er búið að vera bara risa ævintýri. Þetta er rosa ævintýri og ég vildi óska þess að væri fleiri ungi krakkar sem myndi fara út í þetta af því þetta er bara, maður tekur ótrúlega mikinn lærdóm af þessu að hafa opnað fyrirtæki svona ungur. Já, bara hugrekir, ekki allir sem bara myndi saman hvað sem ekki langar, eitthvað sem ekki áhugaður að hafa tískuð öðru, það þarftu bara að hafa beinin yfir til að bara þóra að taka sjansinn á þessu. Algjörlega. Þannig að bara vel gert, þú stendur ótrúlega vel og bara við erum mjög stoltar að þér. Takk fyrir það. Þannig að ég held að sé bara og gott takk fyrir að fá mig. Já, gott að enda þetta þessum nótum og allir í Unique og Elensa og takk hérlega fyrir að koma. Takk.